Þá ætlum við að skoða ferningsrætur. Áður en við skoðum hvað ferningsrót þá þurfum við að vita hvað ferningstala er. Ferningstala er talan í öðru veldi. Það er að segja, ef við skoðum svona kassa og vitum að hliðarlengdin er 2 og þetta er ferningur, þá er flatarmálið ferningstala tölunar 2 sinnum 2 eða 4. Þannig að ferningstala tölunar 2 eru 4. Ferningsrót er svo að átta sig á því hvað er hliðarlengdin í ferningi sem hefur eitthvað ákveðið flatarmál. Það er að segja hvaða tala sinnum hún sjálf gefur okkur svarið. Við vitum að 3 sinnum 3 eru 9. Þess vegna er x og 3 svar hérna því að 3 er ferningsrót tölunar 9. Af því að ferningstala tölunar 3 er 9. Þið sjáu þetta virkar í báðar áttir. Og við skoðum þetta. Ferningstölur 2 í öðru veldi eru 4 mínus 7. Þetta þýðir í raun og veru eins og ég sagði án 2 sinnum 2. Mínus 7 sinnum mínus 7 er 49. 7 sinnum 7 er 49. Mínusinni mínus gefur mér plús. Þið munið að ef að fjöldi mínusa er sléttala þá voru útkoman í mínus. 2 þriðju í öðru veldi er ekkert annað en 2 þriðju sinnum 2 þriðju. Margföldum saman upp á striki og fyrir neðastrik 4 níundum. Þá ætlum við að skoða ferningsrætur. Hvaða tala sinnum talan sjálf gefur mér 36? Jú, það er 6. Hér þurfum við að passa okkur, því að þetta er ekki rétt eða full klárað svar. Vegna þess, eins og við sáum áðan, þá gat mínus líka gefið mér plústölu. Því þetta, ég er alltaf að margfalda saman 2 tölur, því að ferningsrót er í raun og veru önnur rót. Þannig að þetta gæti verið plús 6 og þetta gæti verið mínus 6. Það tákna ég með að gera svona plús mínus. 144 plús mínus 12 og 40.000 plús mínus 200. Þurfum alltaf, ef við erum að reikna einhverja stærði í dæmi þar sem við vitum að þetta er lengd, þetta er einhver tala sem getur að gera mínustala, þá þurfum við ekki að gera svona plús mínus, en leið og við erum ekki með það á hreinu hvort þetta er, þá verðum við að gera þetta svona. Hérna, rótin af 6 sinnum rótin af 6. Við megum hérna segja að þetta sé rótin af 36 og ef við sláum það bara inn í vasareikni eða vitum það hreinlega þá sjáum við að það er plús mínus 6. Hérna, þetta er bara vasareiknistæmi. Við þurfum, og þegar þið eruð að slá rót inn í vasareikni þá þurfum við pínlítið að átta ykkur á því hvernig vasareiknirinn virkar, því að vasareiknar eru mismunandi. Sumir vasareiknar virka þannig og flestir sem þið verða að nota held ég virka þannig að þið sláið inn rótarmerkið á undan. Þannig að þá myndu þið slá inn 3 sinnum rótin af 5. Á sumum vasareiknum slær maður inn rótarmerkið á eftir, þá kemur þetta hérna fyrir aftan. En það er misjafnt, þið verðið í raun og veru bara að prófa ykkur áfram og sjá hvort þið fáið rétt með því að bera ykkur saman við svörin í bókinni. En þetta er bara vasareikningsæfing og við fáum 6,708 námundum að 2 aukastöðum 6,71. Hérna, þetta er líka bara spurningum að slá inn í vasareikni. Það skiptir ekki öllu máli hvort þið sláið þetta inn sem svona sem almennt brot eða með deilingu. Þið þurfið bara að passa ef þið gerir það að hafa þá 2 deilt með 3 inn í svega þegar þið sláið það inn. Þið eigið að fá út 0,816 sem er 0,812. Sama hér, við getum alveg reiknað út sérstaklega hvað er rótin af 6 og hvað er rótin af 7, fengið svör og deilt, en ég ætla ekki að gera það, ég fæ út 0,925 sem að
námundast í 0,93. Þegar við erum að margfalda saman tölu og rót og fyrir svo að dragast frá, við erum í raun og veru með þrisvar sinnum þessa rót mínus 2 sinnum þessa rót, þá má ég í raun og veru draga frá bara 3 mínus 2, það er 1, þannig að ég er með einu sinni rótina 3 hérna. Ég er með þrisvar sinnum 3 rætur af 3 getum við sagt, ég þarf að gefa 2, þá á ég bara eina eftir og ég slægi inn í vasareikni hvað þetta er. Þetta gefur mér 1,73. Þá er þessu lokið.